Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir, þetta búin að vera góð helgi eða? Já, þetta bara mjög fínt með að við, aðstæður og veður. Það eru bara náttúrulega allir að keppa í sömu aðstöðum. Bara kalt og vindurinn, þetta er geggjuð braut. Mjög gaman að koma hingað og keppa en það væri mjög fínt að fá bara gott veður, sko. Segðu okkur hvað frá þínum afrekum þú kepptir í? Ég keppti í 100, 400, 200 og 404 og ég vann allt. Þannig að fjórföldur Íslandsmeistari. Það er svolítið. Já, það er frekar gott. Og ertu heil og frísk núna? Já, ég ætla samt viðurkenna, ég fann alveg svona mikið til í dag, bara svona stífleika en ég er náttúrulega komin bara úr meiðslum núna. Byrja bara svolítið rólega náttúrulega bara út af COVID og bara passa sig eftir meiðslinu. Ég náttúrulega fékk beinbjúg þannig að ég hef bara farið varlega og svo til. Já, en þú finnur ekki fyrir fætinum í dag? Beinbjúgnum og því? Nei, ekkert þannig sem er mjög gott, ég fann alltaf smá fyrir hana fyrst en ég meina það er farið núna, maður er alltaf svona smá varkar samt en ég meina sjúkraþjálfarinn sagði að þetta var alltaf læg, þannig að Þú ætlar að keppa meira í sumar? Já, ég ætla allavega að stefna á kannski að fara út til Danmerkur eða Noregs reyna kannski að keppa á meistaramótunum þar fara eitthvað í hita, keppa við einhver stelpur sem eiga betri tíma en ég, það væri mjög fínt að fá þessa keppni svo getur ýtt manni áfram. Það er svolítið svona, já, þannig að mér langar alltaf að prófa það. Hvað er langt á toppinn á Norðurlönd fyrir þig? Náttúrulega fyrir eftir það er alveg til mjög, það er mjög góð hlauparar náttúrulega frá Norðurlöndunum fullorðins en ég er alveg bara á toppnum með mínum aldursflokki. Það er svona nokkrar kannski sem eiga, eins og ein yngri, hún er mjög góð en annars held ég sé bara eiginlega með þeim bestu Já. En þú ætlar á hvert á toppinn hvar? Bara efst upp leiðin liggur bara upp. Já. Gangi vel á leiðin á toppinn. Takk fyrir það, takk.